Nú þá skulum við halda áfram með strengivinnslu. Eins og ég sagði í síðasta vídeo þá horfum við á strengin sem fjölda af hólfum. Hvert hólf hefur sitt ákveðna númer og hver stafur þá í sínu ákveðna hólfi. Hérna sjáum við til dæmis orðið hesturinn og við sjáum að honum skipt niður á þetta 10 stafa bil með þess að setja H-ið nummer 0 og er nummer 1 og svo kolli og svo ekkert eða sem autt í 9. síðasta bilinu. Þegar við erum að vinna með strengi þá náttúrulega erum við að vinna með gatnatægi string. Það til nokkrar innbyggðar aðferðir eins og ég hef minnst á áður og það náttúrulega sem kannski mest notað lengd og síðan kemur two upper og two lower og við fórum yfir þetta dæmi í síðasta vídeói þar sem við skoðum ýmislegt af þessum aðferðum. Hérna sem sagt list yfir þær aðferðir sem við getum notað og það sem hef ekki minnst á til dæmis þessi aðferð hér, trim. En trim hún losar okkur við öll auka stafabil á undan og eftir streng. Það líka til trim end og trim start. Ef við viljum bara losa okkur við bil til dæmis aftast þá myndum við nota trim end. Þessa aðferð þekki við, finnum lengdina, þetta hafið við notað. Við erum búin að skoða hvernig við notum substring, þar sem við byrjum á ákveðnum stað í string rununni og upp að síðan lengdinni. Nú við skoðum hérna equal síðast og skulum fara hérna inn í eitthvað svona sniðra. Við tökum hérna dæmi hvernig við getum prentað út einn og einn staf í einu og við skoðum þennan kóða hérna, þá sjáum við að við skilgreinum þarna breytu sem að tegundinni string og heitir félag og svo erum við með aðra breytu sem heitir buffer og við sjáum að þessi breyta hérna buffer hún notuð sem svona viðtakandi eða við ætlum að vinna á strengnum sem inn í félag eða því sem skrifa inn í félag en færa það svo yfir í nýja breytu sem heitir buffer og prenta í raun út þennan buffer. Og hérna notandi beðin bara að slá inn eitthvað íþróttafélag og leið og við komum til slærin íþróttafélagi þá pössum við að setja það í two upper, það fer inn í breytuhólfi félag og síðan notum við forlúpu til þess í rauninni að keyra í gegnum strengin. Við byrjum sem á 0 og förum upp í lengdina á þá strengnum eða orðinu sem við erum með og við sjáum hvernig við köllum á hvert staf fyrir sig. Þannig til dæmis ef við myndum skrifa Valur þá væri 0. sæti eða sæti nummer 0 það væri þá stóra vaff og ið hækkar alltaf í hverju umferð þannig að fyrst segjum við gefðu mér vaff, kemur þá hér. Vaffið síðan sett inn í nýtt breytuhólf og við sjáum hvernig það lagt saman. Það til sem sagt breytuhólf sem heitir buffer og það inniheldur buffer, hvað svo sem það í byrjun og það var skilgreint hérna sem 0, það tómt pluss þá fyrsti bókstafin sem þá vaff. Síðan vaffið skrifað út, síðan heldur hún áfram, fer aftur, hækkar upp einn og þannig sjáum við hvernig þetta síðan prenta út. Við gætum þetta sett inn að hér væri áfram og svo buffer.upper í stórum stöðum og við getum rauninni þið prófið þetta sem sagt, sjá hvernig við tökum eitt stað út í einu
Hérna síðan farið í gegnum þetta, hvað þetta þýðir, unnið með hvers staf í einu. Nú ætlum við að finna til dæmis hversu mörg orð eru í texta. Við getum til dæmis leitað einhver streng eins og riddara reiðust inn í Rómaborg, rændu þar og rupluðu einhver texti sem við erum að leita að og vildum finna fjöldan á orðunum. Nú orðafjöldin hann ræðist af fjölda bila á milli orðana og það er ein leið að finna sem sagt bilin, og ef bilin er til dæmis 7 þá er orðin 8. Bilin eru sem sagt einum færri heldur en orðin. Og hvernig vitum við þá að við séum búin með sem sagt fyrsta orðið, eða hvenær við komum að síðasta orðinu, ef við til dæmis myndum nota trim til þess að taka bilin á undan og eftir textastrengnum, þá notum við trim, þannig að þá er bara bilin eftir sem er á milli orðana. Þá er sem sagt reglan svo að fjöldi orða er fjöldi stafabila pluss 1. Og hérna getum við séð smá kóða þetta. Við erum með byrjum á því að setja orðið á 1, en þess að þegar við förum í gegn fyrst, að þá erum við að vinna á fyrsta orðinu, og þegar við komum að fyrsta bilinu sem er hér, við erum að gá sem sagt hvenær við komum að bili, þá erum við búið með 1 orð og við hækkum upp að því þá erum við að fara inn í orð nr. 2. Þannig hérna sjáum við að við erum beðnum að slá inn texta og textin fer inn í texti hérna, og síðan keyrum við í gegnum svona forlúpu. Það þarf ekkert endilega að standa hérna teljari, en þetta er sett hérna inn til þess að þið átti ykkur á því að hvaða bókstaf sem þið noti hérna í K, J eða hvað sem er eða X, þá er þetta sem sagt hlutverk breytunar í forlúpu er alltaf bara að telja í gegn, við notum þetta ekki í neinum öðrum tilgangi. Þannig við stillum þetta á 0 vegna þess að fyrsti bókstafurinn í þá strengnum er nummer 0 og teljarinn hann á að hætta þegar við komum upp að einu minna heldur en lengdinni, þá erum við komin að seinasta stafnum og svo hækka teljarinn alltaf upp. Og við ætlum bara að gá hvenær við komum að bili, og þá segjum við ef að textin af teljaran, hérna getur staðið í, ef þessi texti af teljari er jafnt og eyða eða blanko eða bara stafabil, tómt stafabil, þá á hún að hækka upp sagt, eða auka orðafjöldanum 1. Og svo keyrir þetta, ef við værum til dæmis með 7 orð, þá finnur hún alltaf 6 bil og þá hækkar hún alltaf upp 1 þangað til að þetta er, og talan orð er orðin 7 og prenta þá orð í textanum eru 7. Og þið prófið þetta líka og sjáu hvernig við getum notað þetta til þess að finna fjöldan af orðan. Þetta er svo farið í gegnum hvernig skilningurinn á þessu forriti er. Nú hérna getum við gáð til dæmis hversu oft ykkur ákveðin bókstafur kemur fyrir, til dæmis eins og í þessum texta riddara reiðust inn í Rómaborg, hversu mörg eru R-in í þeim texta. Þannig að við byggjum að slá inn textan. Hérna erum við að leita staf en ekki orði, og eins og staðan er núna þá erum við ekki með sem sagt neitt hérna staf. Þannig er sem sagt teljarinn eða stafateljarinn er stiltur á 0 en ekki á 1 eins og var með orðið, því í rauninni bara leið og við erum búin að finna fyrsta stafinn þá hækkar þetta upp. Þannig að við ætlum að slá inn einhver texta og svo ætlum við að slá inn bókstaf, til dæmis að leita R-ið í þessum margfræga texta, og það er alltaf sama, það er heiltölu teljarinn teljari samsum 0 og teljari minna en texti punktu lengd og teljari pluss pluss hækkar upp og keyrir í gegn. Og ef að textin af teljari punktu to string er sama sem bókstafurinn sem við erum að leita að, það er að segja að við erum með einhver bókstaf í höndunum og hann er sam og bókstafun sem við biðrum segjum R, þá hækkar teljarinn fyrir stafinn. En nú ef við varum með A eða einhvern annan bókstaf þá náttúrulega keyrum bara fram hjá þessu, heldur áfram og hækka sig upp og
keyrir þannig í gegnum strenginn smátt og smátt út að enda og svo komum við að því að prenta út bókstafur R til dæmis kemur 6 sinnum eða 6 í textanum. Hérna var sniðugt að skrifa náttúrulega fyrir í textanum að því að hér þetta náttúrulega teljari stafur. Nú hvernig fyrir við að því að snúa texta við til dæmis, tökum ykkur texta og viljum snúa honum við og láta hann vera öfugt og gá til dæmis hvort hann sé samhverfur. Það til dæmis ein vefsíða sem þið getuð skoða sem svolítið sniðu í þessu sambandi þessum Baggalútur hefur haldið utanum. Hún heitir Baggalútur.is /samhverfur minni mig p sjá, já, hérna þetta það sjáum við til dæmis mjög fyndnar svona öfugsnúningssetningar til dæmis hérna snara þarans eða sá garðar aðra gás snúið við. Þetta er margt mjög fyndið sem kemur hérna fram. Til dæmis hérna Anna man gas sagnamanna eitthvað slíkt. En þið skoðið þetta svolítið sniðugt og getur slegið inn eitthvað af þessu til að gá hvort að þetta sé svokölluð samhverfa og við ætlum að prjóna okkur í gegnum það. Við ætlum að slá inn texta sem við ætlum að snúa við og textin hann núllstiltur og síðan erum við með eitthvað sem heitir viðsnúin texti öfugt. Það til nokkrar aðferðir við það að keyra í gegnum svona í rauninni myndi ég ekki nota kannski þessa aðferð en sem hann kemur fram. Ég ætla að sýna ykkur, ég ætla að ná hérna í kynning á strengjum. Ég man nú ekki hvort að ég var með þennan öfust núna, jú hérna var ég með textan, ég sett hann á þennan hátt hérna. Þetta finnst mér vera skiljanlegra og auðveldara að átta sig á hvernig maður snýr við textanum. Við sem byrjum í rauninni á aftasta stafnum, staðan fyrir að byrja á 0 þá byrjum við á aftasta stafnum og við förum niður að 0 og við minnkum alltaf í mínus og inn í þá þennan viðsnúna texta setjum við viðsnúna textan sem þegar er komin inn pluss þá stafurinn sem við erum með, þannig að við fengjum hann öfugan þennan staf. Þannig að við getum til dæmis tekið eitthvað af þessu sem að kom hérna til dæmis pappakassar við erum með þarna til dæmis orðið við skulum keyra þetta bara og fá eitthvað sniðugt sláðum texta, þetta snúnum við til dæmis ruddagattur og textin öfur er náttúrulega ruddagattur, það er alveg að sama, hann er eins. Prófum þetta aftur til að setja stóra R hérna og hérna ruddagattur, við byrjum á stóra R og endar hann á stóra R. Þannig að þetta myndi vera að kalla sem sagt samhverfa. Nú næsta hérna þessar glærur útskýra bara hvernig við sem höldum utanum þetta. Nú hérna ætlum við að gera verkefni sem var nú gert í tíma en þið hérna ætlum að til dæmis að skoða prenta út hástaf fremst en aðri séu lágstafir. Hérna er útskýringin á forritinu sjálfu og síðan
hvernig við myndum fara að þessu. Við þurfum að taka náttúrulega inn streng í einu lagi, það höfum við gert áður, svo notum við forlykil að keyra í gegn og segjum við náttúrulega int i samsett 0 og i minna en texti.lengd, þurfum að hafa síðan if else lykju til þess að breyta fyrsta stafnum í strengnum í stóran staf og það gerum við með því að gá hvort að i sé saman sem 0. Það er bara í þetta eina skipti, if i er saman sem 0, þá setjum við sem sagt texti af i to upper, þannig að við setjum hann í hástaf. Annars er sem sagt allt brenda út sem lágstafir. Þegar við síðan komum að bili, við þurfum líka að hvort að sé bil í textanum, þá, og það er sýnt þarna í dæminu fyrir ofan, þá segjum við að bilið sem við erum með í höndunum, eða númerið sem er fyrir bilið, pluss 1 sé þá to upper. Það þýðir að stafurinn sem kemur strax til hægri á eftir bilinu, hann er settur í to upper og síðan áður förum út úr lykkjunni þá er sem sagt ið hækkað upp 1. En ef við gerum það ekki, ef við hækkum ekki upp 1, þá erum við ennþá með sama stafinn í höndunum, þá erum við með sem sagt aftur stafinn sem kom næstu eftir bilinu í höndunum í næstu umferð og hann er þá brentaður lítill við hliðin á stóra stafnum. Þannig að af því að við segjum að stafurinn hægra megin við bilið sé hækkaður upp, þá í rauninu þurfum við að hlaupa yfir hann. Við höfum ekki taka hann með í næstu umferð og þar að leiðandi þurfum við að setja inn í lúpuna að hækka ið upp 1. En þið prófið þetta og þetta er nú eitt af þessum verkefnum sem að þið eru að gera í heimaverkefnin ykkar. Það er að skoða og lesa inn svona bankanúmer og gá hvort að það sé löglegt eða ekki löglegt og þá er ákveðið sæti sem þarf að vera með bannstriki eins og til dæmis dæmið er hérna. Þannig að við þurfum bara að gá hvort að bilnúmer 4, þetta er 0, þetta er 1, þetta er 2, þetta er 3 og þetta er 4. Þannig að þetta bil hérna, númer 4, hvort það sé bannstrik og hvort að bilnúmer 7 sé líka bannstrik. Nú við þurfum líka að hvort að strengurinn sé, lengdin á strengnum sé 14 stafir. Þannig að þið byrja á því að gá hvort hann sé 14 stafir. Ef hann er 14 stafir þá með ég fara inn í lúpuna og tjekka þá hvort að bilnúmer 4 og 7 sé saman sem bannstrik. Nú ef það er rétt þá athugið hvort að hinir allir stafirnir séu sem sagt digit eða is digit. Það er hægt að sjá það á netinu hvernig maður sér hvernig einn ákveðin karakter er sem sagt tölustafur. Nú þá held ég að sem sagt já, það er kannski eitt, það er að ef við viljum nú til dæmis setja eitthvað í staðinn fyrir eitthvað texta, það er til dæmis mjög sniðugt að ef við finnum til dæmis allstar þar sem eitthvað texti sem er með, segjum bara með þessu G hérna, við skulum loka bara á þetta hér, þennan part hérna, opna hérna, svona, já, og við viljum setja til dæmis í staðinn allstar þar sem kemur til dæmis G eða þetta sem við erum að leita að, til dæmis N og við viljum skipta út bókstaf, þá gerum við það á eftirfarandi hátt. Nú nokkur dæmi til þess að útskýra svona hvernig við vinnum með textastreng. Við erum með hérna textastreng, þetta verður hvað sem er þetta er að reyðast inn í Rómaborg
Rómaborg og við skulum bara gá til dæmis hversu margir hástafir kæmu þarna fyrir. Við myndum athuga og til dæmis hvort að hversu mörg kemur fyrir í textanum. Nú við getum líka athuga hvort að til dæmis gáum hérna borg til dæmis, hvort að inniheldur orðið borg eða ekki borg og svo framvegis. Skulum sjá, skulum byggja þetta hérna. Hún segir að sé ekki til. Hérna sama sem 0 en þessi text inniheldur fjölda hástafa. Já, það til dæmis bara einhver stafur náttúrulega. Skulum sjá hérna int h sama sem 0 í byrjun og þá það náttúrulega h++ sem hækkar þá og hérna er þá fjöldi hástafa er þá h. Skulum prófa að gera þetta hvað hún segir. Í fyrsta lagi þá er þessi texti inniheldur 2 hástafi. Það kom rétt. Þessi texti inniheldur ákveðinn fjölda hástafa 2, það er sem sagt R og R í Riddarar og R í Rómaborg. Og svo erum við með við sjáum þá að R-in voru síðan prentuð út. Við ætlum að leita hvort að textin inniheldi litla eða stóra R og prentar þau út þá. Þannig að hann prentar þau á þessa röð. Og svo vorum við með hvað? Og annars ætti að prenta út til dæmis þessa eyðu hérna. Við gætum látið hann, skulum skoða það hvort við getum látið hann prenta út eitthvað annað í staðinn. Svo var það síðasta, það var hvort hann inniheldi orðið borg eða ekki. Já, það var nú breytti nú hérna textin inniheldur orðið svo. Það var vegna þess að við hérna starts við borg. Þannig að ef ég til dæmis hefði breytt þessu í hérna til dæmis eða ends við borg til dæmis. Svona sjá starts við segjum til dæmis riddar. Hvaða texta voru við með? Riddarar. Við getum skrifað til dæmis 2 riddarar. Ok, við skulum breyta þessu hérna í starts við 2. Textin inniheldur orðið 2 hérna inniheldur ekki 2 og svo skulum við láta hann prenta út eitthvað annað í staðinn fyrir eyðu. Láta hann til dæmis prenta út 2 svona millur. Þannig allsstaðar sem kemur eyða, byrjum á að setja 1 millu bara þess að fá eitthvað annað, það kemur þá allsstaðar R og svo milla og skulum prófa þetta aftur. Þá sjáum við hérna við vorum með 2 riddarar riðust inn í Rómaborg, hann setur millumerki allsstaðar á milli og textin inniheldur orðið 2. Þannig að við föttum það alveg, þessi texti inniheldur 3 stafi af R-inu, inniheldur 3 hástafi, hundur nú skrifa hérna. Ok, og við ætlum að sjá hvort að til dæmis að ef að við værum leita orðinu 2 leitum til dæmis að 2 ekki 2 gáum að því, þá er það sem sagt við ætlum náttúrulega að leita 2 en svo myndum við segja hérna 3 3 riddarar riðust inn í Rómaborg
og þá sjáum við að textin inniheldur 2 hástafi því að þarna var lítið og það skiptast þær út, en svo inniheldur þetta ekki orðið 2 hérna erum við með þó nokkur dæmi hvernig við getum skipt út stöfum, hvernig við getum talið fjölda stafa og svo framvegis. Nú hérna getum við gert til dæmis bara hvert einasta skipti ætti að koma kannski svona einhver rugltexti, keyrum það bara, þá sjáum við hérna að það skiptir ekki máli hvort það sé 1 eða 2 bil eða 3, að við sjáum hérna að þotnið það umbreytist í milla spurningamerki 2.sokmer. Þannig að það er auðvelt að gera svona hluti, við skáum hvort að textin innihaldi eitthvað og þá skrifum við hann út, annars skrifum við eitthvað annað og svo framvegis. En þið skoðu þetta sem sagt og nú ættu þið að geta leyst verkefnin sem liggja fyrir núna. Takk fyrir.